Hei alljúba! Föstudagsþátturinn heilsar ykkur öllum nær og fjær. Við hefðum okkur til flugs og fyrsti áfangstaður að vanda eru fréttir vikunnar. Og til mín í sófann eru komin þau Óðinn Svan Óðinsson og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og búin að koma sér þægilega fyrir eins og ég vona að þið séu búin að gera líka heima. Verið hjartanlega velkomin. Takk kærlega fyrir. Gott að sjá ykkur. Sömuleiðis. Heyrðu, nú var ég bara að lenda í gærkvöldi, ég var að koma frá Svíþjóð, búin að vera þar í 2 vikur, þannig ég veit, það eina sem ég veit að hefur gerst að bara það sem að gerðist, meðan ég var að keyra frá flugvellinum, þá sá ég að það var nánast komið nýtt hús á leiðinni og svo á leiðinni hingað þá var komið nýtt hringtorg. Já. Þetta þóttu mér tíðindi. Þetta eru stóru mál vikunar, það er komið hringtorg og vísir af húsi. Já, mér varst nú reyndar, ég var í Sunnuhlíð áðan og ótrúlega gaman að sjá líka, það er alltaf að gerast þar með nýja heilsugæslustöð. Já. Mikil uppbygging í gangi. Já, svona, þetta eru leið fyrir mig, þannig ég vissi þetta til dæmis ekki. Það er með svona dót, þetta er alltaf ótrúlega pirrandi þegar þetta er í gangi, sko, eins og þegar það er að gera nýtt hringtorg, allt loka og maður blótar þessu, en þetta er bara sko. Það er alltaf að vera löngu búið að gera þetta hringtorg sem þú ert að vísa til hérna. Óguð, já. Það er bara hjartanlega sammála. Og þau mættu vera fleiri. Já, akkurat. Þannig að það er alltaf jákvætt, það eru framkvæmdir og breytingar. Það geta verið góðar. Breytingar eru oft tíðum góðar. Við erum ekki alltaf að vera hræddu þar. Alls ekki. En hvað hefur gerst merkilegt? Mér skilst að drottningin Elísabet sé fallin frá, ef var ekki búin að frétta það? Jú, herðu, ég varð var við það. Það er sjónvarp í Svíþjóð, merkilegt nokk, og ég sá að fréttaþulir BBC voru svartklæddir, viðbúnir því að flytja. Þú heyrti af þessu? Ég heyrði af þessu, já. Ég meina, þetta er náttúrulega engin smá breyting fyrir Breta. Það er ekki lengur God Save the Queen, heldur God Save the King. Já. Þetta er alveg risastór breyting. Það þarf að skipta mynd? Það þarf að skipta bara töluvert mikið og ég var að lesa að þetta kostaði eitthvað 1000 milljarða valdaskiptin fyrir Breta en þeir koma samt út í plús út af því að það er bara svo alls konar gróði sem að kemur tilbaka. Í alvöru? Já. Já, svo mikil ferðamanna business í kringum þessa blessuðu konungsfjölskyldu að það er búið að sýna fram á það að þó þetta kosti allt þetta rugl, ef ég má orða það þannig, svona mikinn pening þá græða þær á þessu. Lífið er leikur tölum. Ég meina, þú veist, fólk er að kaupa sér bolla með mynd af þessu liði og eitthvað. Já, ég samt, mér fannst þetta vera svona, endofan íra, svo maður tali bara drottningamálið. Í algjörlega. Þetta er einhvern veginn svona, alveg svona söguleg stund sem var að upplifa þegar Elísabet drottning féll frá og alveg bursið frá því hvað manni finnst konungsfjölskylduna og ég hef nú alltaf svona pinku humor fyrir þessu en þá er þetta alveg svona, hún var búin að lifa ofsalega margt og manni finnst þetta að vera svona pinku svona endalok á einhverju tímabili sem að verður spennandi að sjá hvað kemur svo í framhaldinu. Ég meina 70 ára valdatíð, þetta er ekkert smáræði. Nei, og ég held að við skiljum þetta ekkert almennilega hér, þú veist. Ég var bara brjálaður yfir því að það væri frestanir í enska boltanum, sko. Já, akkurat. En þú veist. Það er stóru vandamálin. Já, og hvað er í gangi þarna, skiljum, en þetta er miklu stærra fyrir þetta fólk heldur en okkur. Já. Að sjálfsögðu. Og þó þetta sé auðvitað stórt, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þetta er ennþá stærra fyrir þá sem að hafa svona lifað undir þessu konungveldi. Já, auðvitað var bara á heiminn allan þegar að risavaxni þjóðleit var falla frá. Og ég náttúrulega þekki fólk sem hefur þetta sem áhugamál, eða ég veit ekki í köllunni hvað það er, að vera royalisti, að setjast niður með gúrkusamlokur og svo framvegis. Hún hefur átt afmæli og allt þetta. Eitthvað sem þú stend fyrir utan girðingun og segir bara, já, en þetta er. Þetta er og ég meina þetta er náttúrulega líka ekkert smá. Þetta eru 3 frídagar, bara svona almennir frídagar í Bretlandi núna, þú veist, þegar hún dó, þegar hún verður jörðuð og svo þegar Karl verður krýndur. Já, svo er undirskriftalisti í gangi núna. Já. Að fá nýjan frídag í Englandi, dánardagur. Já. Er ekki allir alltaf til í frídaga? Alltaf. Reyna að fá þetta í gegn hér bara líka. Já, þykjast vera alveg Þetta er alveg óvenju stælu vetur með það. Það er eitthvað svona frekar lítið af frítugum, eða ekki? Jó, jólin verða, þau eru erfið. Kirkjan ekki að standa sig núna, ha? Þarna, öll spjót beinast. Nei. Þegar við þurfum á okkur að halda. Já, nákvæmlega. Getið ekki eins og komið frídag, sko. Já, við erum búin að halda nokkurum. Já, rétt. Við höldum, sko. Nei, en annars finnst mér það svo gaman einhvern veginn talandi veturinn framöndan. Mér finnst þetta svo mikill hugur í fólki, mér finnst þetta svona mikil jákvæðni,
einmitt, við vorum að tala um framkvæmdir áðan, einhvern veginn allir vera bara svona svolítið peppaðir, þó að það sé þessi lægð líka, þessi efnahagslægð, ef að má kalla hana það, að þá samt einhvern veginn svo mikill hugur í fólki og mikið að vera, og allir þessir flottu nýju veitingastaðir hérna á Akureyri til dæmis. Mér finnst líka bara hérna á Húsavík vera rosa einhvern veginn spennandi uppbygging með kynningafundur í þarnæstu viku á grænum iðngörðum á Bakka. Mér finnst einhvern veginn bara svona ótrúlega mikið af bara svona jákvæðum hlutum að gerast. Við erum að fara inn í vetur sem ekki fullur af COVID-leiðendum, sko, vonandi. Akkurat. Það jákvætt. Það kannski ástæðan fyrir að maður svona óvinnu peppaður fyrir veturinn. Já, maður situr með, þú veist, maður getur planað lengur en viku fram í tímann. Það jákvætt. Og fyrst maður lifði af 2 vetur, sem eru ekkert sérstakir veturnir yfirleitt, pluss COVID, þá ætti þetta bara að vera nokkuð gott, sko. Já. Þannig þið er bara björt fyrir, og það er bara miður september, sko. Já, einmitt. Og veðrið er ennþá fínt, sko. Veðrið er ennþá fínt. Haustlitin er alveg brjálæðislega fallegir. Það er náttúrulega kom heitabylgja hérna meðan að sumarið kom loksins, ég hefði átt að fara til Svíþjóðar fyrir löngu. Það loksins kom sumarið hér. Nákvæmlega. Hitabylgja kannski overstatement, sko, en við fengum allavega að tækjast á tölur. Í samhengi hlutana, í samhengi sumarsins, þá heldum við getum sagt eins og Muppets sögðum árið, heatwave. Já, þetta var mjög gott, sko, að fá alveg viður. Og vonandi bara fáum við gott haust. Ég sá Einar Sveinbjörnsson var nú eitthvað að lofa því í vikunni að hérna, er svona að því að þetta yrði nú mögulega svona tíðindalítið haust. Þannig að það er nú alltaf jákvætt. Já, við köllum hann þá bara til ábyrgðar. Já, sjálfsögðu. Ef suðvestanáttin fer að gerast brjálað. En hafið þið eitthvað farið í réttir? Ekki enn. Nei, ég er rosalega lítill sveitakall, sko. Já, ég reyndar hlakka til að ég ætla að fara á hrútadaginn á hérna Raufarhöfn 1. október og hlakka mjög mikið til. Það er alltaf stemming. Já, ég hef farið á hann, sko, sem fréttamaður, sko. Akkurat. Þá gaman að fylgjast með hrútaþukli og því, þó ég skilji það ekki almennilega, en svona menn er eitthvað að tjekka á þessu. Ég var einu sinni þurfti að lesa upp eitt og annað varðandi hrútaþukl. Einmitt. Og ég er sko alveg upp í sveit. Ég var ekki viss hvað ég var að segja. Nei. Ég verð að viðurkenna það. Þetta er alveg svona stór viðburður hérna í sveitinni og skiptir máli. Það er hérna gaman að taka þátt í þessum degi. Akkurat. Og einhvern veginn mikið af svona, bara svona peppuðum hlutum að gerast. Það er gaman að fara svona jákvæður inn í haustið. Annars var ég sleginn á jörðina í vikunni. Þegar komst að hvað ég var orðinn gamall þegar ég er að fara að ferma son minn. Já. Þú veist, ég kannski lít út fyrir að vera tvítugur, en ég er það ekki, sko. Mætti á einhvern kynningafund með fermingabörnum og ég bara, þú veist. Er ég komin þannig? Guð minn góður, sko. En þetta er bara staðan. Já. Þetta er líka alveg staðurinn til að hugsa nákvæmlega það, sko. Já, ég horfði upp. Jú. Er þetta mitt hlutskiptið að vera orðinn gamall kall, en... Þú átt fermingabarn? Já. Við erum ekki komið þangað. Nei, ég er meira að vinna með að dóttir mín var að byrja á leikskóla. Ég er ótrúlega glöð að búa á Akureyri og hún er bara komin inn á leikskóla. Já, það er reyndar. Góður leikskólar á Akureyri. Það er mjög góður leikskólar. Svo höldum jákvæðinni á lotti. Já, við erum svolítið að reyna að vera þar. Já. Það er föstudagur, er ekki ástæða til þess að... Ætlaðu að gera eitthvað skemmtilegt helgina? Já, ég ætla að fara á Siglufjörð, Siglóhótel. Nei, það er nú alltaf. Bara að hafa það næst, sko. Á bara að gera vel við sig. Já. Er ammæli? Sko, ég átti ammæli síðustu helgi og þegar ég á ammæli þá reyni ég að teygja svona cirka viku í hvorn endan. Já, svona eins og... Til þess að njóta fríðinda sem því fylgir. Alveg. Og þetta er svona alveg restin, ég er svona þessi helgi. Þetta er endapunkturinn. Já, ég held ég fá ekkert mikið meira en hann sunnudag, mánudag þá var mitt ammæli búið, sko. Þetta er svona, þetta er eins og í ævintýrunum í gamla daga. Ég var alltaf svolítið, ég var svo imponeraður yfir hérna, svo var brúðkaupsveisla sem stóð í 7 daga og 7 nætur. Akkurat, nákvæmlega. Ég hef nú gift mig og ég hugsaði bara 7 dagar, 7 nætur. Ég er of gamall. Já, það er ekki orkið þetta. Akkurat. Nei, þú Albertína? Við erum að spája að fara kannski upp í Laugafell ef að veðrið verður gott. Það er svo svona baða sig upp á hálendinu. Það er nú alltaf notalegt. Gaman að... Meðan það er hægt. Meðan það er hægt. Nákvæmlega. Líka bara gaman að keyra hérna upp úr Eyjafirðinum, alltaf fallegt. Og haustlitinir og bara... Dásanlegt og svo náttúrulega hægt að hvetja þau sem eru ekki alveg til Siglufjörður eru upp á hálendið. Það er alls konar tónleikar og leiksýningar og gummi í boði í Svör. Þetta er allt saman að... Mér skilst að Herbert Guðmundsson sé í Sjallanum. Akkurat. Ég voni sig ekki að ljúga, ég held að sé helgina. Jú, það er helgina. Já. Það eru fréttir. Það er kóngurinn og ég mæli með, sko. Can't walk away, baby. Það er svona gott að sjá ykkur og takk fyrir komin í þáttinn og hérna. Sömuleiðis. Ég veit að þið hafið það gott helgina. Takk sömuleiðis. Og við hérna smellum af stað nokkrum auglýsingum og svo sjáumst við.